Við gefum okkur þessa yndislegu kirkju og þetta svo rétt sem Alli segir. Kirkjan, vinir, eru tengingar. Tengingar við fólk. Kirkjan bara fólk sem kemur saman. Þarf ekki að vera í þessari byggingu að geta verið hvar sem Og kirkja Guðs á að vera hreyfingu. Á alltaf að vera tengjast fólki. Maður er að með hann. Halleluja. Og ég trúi því, kirkjan búin að fá ofboðslega mikið á ofsóknum á sig. Og við heyrum að því fréttir að sennilega núna á þessu ári og síðustu árum þá hafa verið alveg þvílík fjöldin allur á morðum framinn gegn kristnum. Þetta sennilega sá hópur fólks í heiminum sem hvað mest ofsóttur. Halleluja. Og þá skiptir svo miklu máli, vinir, að við bæðum þökkum fyrir það sem við höfum og við biðjum fyrir þeim sem hafa ekki. Það bara svo mikilvægt að við munum eftir þeim sem ekki jafn lánsamir og við. Og það ekki allir jafn lánsamir og við. Við erum ótrúlega blessuð. Við búum á þessu ríka landi og við áttum okkur ekki á því en við erum í topp kannski 5-10% af allri veröldinni í lífsgæðum. Og ég held stundum þessi lífsgæði þvælist fyrir okkur. Ekki það ég myndi vilja fara til Afríku og búa þar, það ekki þannig. Ég slæ ekki hendina á móti þeim og ég nýt lífsgæða. Það getur stundum verið þannig að þessi lífsgæði gera það verkum að við þurfum að koma okkur þægilega fyrir. Við þurfum að hvíla þegar við eigum ekki að vera að hvíla, við eigum að standa upp og gera eitthvað. Því að Guð hefur áætlun með líf okkar allra. Hann hefur áætlun, við vitum það. Hann hefur áætlun. Maður heyra með hann. Og þessi áætlun, við erum oft svo mikið að biðja Guð drottinn, viltu bara frelsa þessa þjóð, viltu koma fram vilja þínum? Og Guð situr og svo bara býtu, á ég að koma fram vilja mínum? Ég búin að því, ég búin að færa verkefni til þín. Það vilji minn. Það vilji minn að við þurfum út og gerum allar þjóðir að lærisveinum. Má ég heyra með hann? Það vilji Guðs fyrir okkar líf. Og vitið það, við þurfum að biðja Guð að gefa okkur hjarta eins og eftir hans hjarta. Það talað í Opinberunarbókinu, þetta reyndar ekki það sem ég ætla að tala en mér fannst ég átt að segja þetta. Það talað að kærleikurinn á síðustu tímum mun kólna. Og hvað erum við að sjá eiga sér stað í þjóðfélaginu okkar? Það fullt af fólki sem eigum erfitt sárt að binda, en við erum einhvern veginn, við tegjum okkur ekki til þeirra. Út af við erum svo mikið í okkar eigin hægindum, díla við okkar eigin litlu vandamál og stór, ég ekki að gera lítið úr því. En við erum svo mikið í okkur þægindum að við kærleikurinn farin að kólna. Og það ekki vilji Guðs og ég bið að Guð færi fram hennan eld í líf okkar og seti svolítið eld í, undir bossana okkur. For lack of a better word. Hann komið því til leiðar að við verðum bara með svona ákveð óþol innra með okkur nema í því að tegja okkur til þeirra sem að þurfa þess með. Skiljið mig. Kirkjan, vitið að það vakning. Þegar kirkjan finnur til sín og lætur neitar status quo ástandi og fer að stíga fram og gera það sem hún á að vera að gera. Þegar kirkjan afl. Það afl Guðs á þessari jörðu. Og þetta aflið sem að mun breyta þessum heimi. Það ég og þú. Og ég veit að það stórt sagt. Og við hugsaum, hvað getum við gert? Það annað sem að þarf að breytast. Það þessi skilningur á því hver við erum. Og það ekki bara ég, mannlega ég. Hver ég í Kristi? Hver ég? Hvaða vald hef ég? Og ég ætla að segja ykkur, við höfum ótrúlega mikið vald. Miklu meira en við gerum okkur grein fyrir. En óvinurinn svo laginn. Við gerum eitthvað mistök og allt í hennu upplifum við eins og við sem dæmd úr leik. Við eigum allt í hennu ekki erindi lengur og hvað hef ég fram að færa og við förum aftur og bak og aftur og bak og aftur og bak og við hugsaum, Guð getur ekki nota mig. En mér langar að segja við í dag að það lygi beint frá óvinunum. Mér alveg sama hvað þú hefur gengið í gegnum. Náð Guðs ný á hverjum degi. Og hann iðrast hvorki náðargjafar sinnar né köllunar. Og allir liðinni sagði.
Síðustu vikur ég búin að vera að tala þessa síðustu daga Jesú á jörðinni. Ég ákvað páskan að lesa síðustu kaplana í Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannesi, þar sem farið yfir þessa síðustu daga og þeir snertu mig alveg óbúslega djúpt. Ég las þetta á þeim tíma þar sem hann var í rauninni að gangi gegnum þetta og vá, hvað þetta var mikið svona eye-opening. Þetta var alveg óbúslega mikil opinberun fyrir mig að lesa þetta akkurat á páskunum og ég er búin að vera óbúslega mikið að hugleiða hvað hann gerði stórkostlegt verk fyrir okkur. Og mér langar til þess að fara í Mattheus 16:13. Ef það er einhver hér með biblíuna. Jó, ég er með þetta að skrifa niður, hafið ekki áhyggjur, ég er með þetta að skrifa niður. Halleluja. Þegar Jesús kom í byggðir, ég ætla ekki að viðurkenna það að ég sé að vera blind, en ég er klárlega komið með eitthvað smá vandamál. Getur þú lagt mig gleraugu? Takk, mamma mín. Nei, ég er nefnilega ekki orðin gömul. Takk fyrir, Kamila. Er þetta ekki bara töf? Þetta er Mattheus 16:13 og við byrjum aftur. Þegar Jesús kom í byggðir Sesareu Filipi, spurði hann lærisveina sína: Hvern segja menn mannssonin vera? Vers 14. Þeir svöruðu sumir Jóhannes skírara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. Og hann spyr: En þið? Hvern segið þið mig vera? Símon Pétur svarar, og það er svo típist Símon Pétur, alltaf fyrstur með svörin. Þú er Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Og mikil opinberun það. Þá segir Jesús við hann: Sæll ertu Símon Jóhannesson, engin maður hefur opinberað þér þetta heldur faðir minn á himninum. Og ég segi þér að þú ert Pétur, kletturinn. Og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Og ég mun fá þér lykla himnaríkis, og hlustu á þetta, vinir. Ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum. Vá, valdið sem okkur er gefið. Halleluja. Og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þá lagði hann ríkt við lærisveinana að segja engum að hann væri Kristur. Pétur var þessi típa sem var alltaf fyrstur upp með hendina í kennslustofunni. Þið þekki típuna. Hann var alltaf að spyrja spurningu og við göndumst stundum með Pétur. Okkur finnst hann hálf fyndinn og skemmtilegur. En þökk sé Pétri þá hefur fengið alveg gríðarlega mörg svör í reikningunni. Við þekkjum söguna frá A til Ö. Við þekkjum samingi hlutana en þeir gerðu það ekki, lærisveinarnir. Þeir vissi ekkert nákvæmlega hvernig sagan myndi enda og það var margt í því sem Jesús sagði alveg gríðarlega framandi. Og þarna er Pétur í sakleysi sínu, hann er að tala við Jesú og Pétur, eins og ég segi, var afskaplega mistækur. Stundum sagði hann góða og réttar hluti og svo þess á milli var hann bara algjörlega út á túnni. En hann var alveg einstakur karakter. Hann hafði djörfung sem að kannski hinir lærisveinarnir höfðu ekki. Hann var til dæmis lærisveinn sem ákvað að stíga út úr bátnum og labba til Jesú. Hann labbaði á vatni. Hann hafði djörfungina til að gera það og það er það sem að Guð hefur kallað okkur öll til að gera það að ganga á vatni. Halleluja, maður amen. Takk Jesús. Ég man að þegar ég var ung, þá fengum við aðila til að koma og vera með uppeldisnámskeið í kirkjunni. Mjög áhugavert. Og mér fannst nú ekki veita af út af því að mér fannst fólki sem var í kirkjunni eiga svo ótrúlega óstýrlát börn. Bara ótrúlega erfið börn, voru alltaf hlaupandi á samkominni og ég man á þessu námskeið að þá var ég alveg bara já, ég fekk mér þessu orðið, ég bara já, mér finnst bara gott að þessi manneski sé hérna þegar þið læri núna hvernig á að ala upp ykkar börn. Og ég var algjör sérfræðingur í uppeldisfræðum, alveg þangað til að ég eignaðist börn. Það er bara svolítið þannig. Alveg þangað til ég eignaðist börn og þá áttaði ég mig á því
að lífið ekki alveg svona einfalt. Börnin mín, Guð var svo klár, hann lét mig fá 2 sem að hlaupa bara í sig ykkur áttina og ég gat alveg gleymt því að hlaupa eftir þeim. Það var bara ekki að fara að gerast. Ég var bara í ruglinu með þetta og Guð svolítið svona, verð þú ekki að dæma. Ég man að pappa og mamma voru með svona upp á ískapnum, svona saying. Það var eitthvað á þessa leið. Better ask your teenagers now while they still know everything. Og ég var þar. Ég vissi allt og ég var alltaf með svörin á reiðum höndum. En staðreyndin svo að ég vissi ekki. Og lífið gerist. Og allt í hennu rötu við einhvern veginn á staði sem við byggumst aldrei við að rata á. Eitthvað með mér? Allt í hennu bara það sem að við höfum segið, ég mun aldrei, ég skil ekki fólk sem þunglind. Ég mun aldrei upplifa þunglindi. Gleði Guðs styrkur minn. Þið vitið, þetta fólk sem alveg með frasan á hreinu og ég alveg með frasan á hreinu. Ég mun aldrei upplifa þunglindi. Aldrei nokkuð tíman. Svo bara gerist eitthvað í lífinu og allt í hennu fyrir við að upplifa depurð og erfiðleika. Og ég man líka þegar ég var yngri, það var bara svona, ég skil ekki fólk sem að díla við eitthvað svona fíkn. Hvað málið með það? Svo bara gerist eitthvað í lífinu, vinir. Og við erum kannski að díla við nákvæmlega það sama. Út af því lífið hefur tilhneigingu á að kenna okkur. Guð hefur tilhneigingu á að kenna okkur. Af hverju segir þetta? Nokkrum versum síðar, Jesús var þarna að kalla Pétur klett. Klettinn sem hann myndi byggja kirkju sína á. Pétur á þessum tímapunkti var engin klettur. Hann var í mesta lagi lítil steinvala. En Jesús sá möguleika sem að engin annar sá í Pétri, hann sá klett. Og við hvern og einn inni þá sér Guð alveg óendanlega möguleika. Hvert og eitt okkar hérna inni búum yfir úrræðum og tækifærum í hjart okkar sem að við getum ekki einu sinni látið okkur dreyma en Guð veit það. Guð veit það. Nokkrum versum síðar þá fer Jesús að kenna þeim og hann segir, ég mun þurfa að líða og þjást. Ég mun fara á krossinu, ég mun deyja á 3. degi. Það mun ég rísa við á ný. Og Pétur, hann náttúrulega átt aftur góðan leik. Hann bara, Jesús, nei, alveg rólegur Jesús. Það ekki að fara að gerast. Aldrei mun það gerast. Og þetta aldrei mjög sterkt orð í grískunni, það þýðir úmei. Og það ekkert svona kannski, það aldrei. Og bara með upphrópunarmerki, það mun aldrei gerast. Og Jesú, þetta við erum að tala þetta gerist nánast að sama augnablikki og hann segir, þú kletturinn sem ég mun byggja kirkju mín á. Að þá byrjar Pétur út frá sinni eigin opinberun, út frá sínum eigin plönum, út frá sinni eigin áætlun að tala yfir Jesú eitthvað sem að var hreinlega ekki rétt. Og Jesú þurfti að ávíta Pétur. Hann sagði, stoppaðu, vík burt frá mér Satan. Ég get rétt ímynda mig hvernig Pétur hefur liðið með þessi orð, vík burt frá mér Satan. Pétur bara var allt í einu orðin Satan. Kletturinn sem hann ætlaði að byggja kirkju sín á og nokkru seinna var hann bara þessi mannlegi maður sem hafði röng plön, ranga hugsun og vildi í rauninni ekki sjá þá áætlun verða veruleika sem að Jesú vissi að þyrfti að eiga sér stað. Af hverju segi ég þetta? Út af því vinir, það sem að Jesú segir, það verður eiga sér stað. Það sem að við segjum mun ekki alltaf eiga sér stað. Aldrei hjá okkur þarf ekki að hafa neina sérstaka meiningu. Aldrei hjá okkur í æsku, eins og ég sagði á sínu tíma, ég mun aldrei ala upp börnin mín með þessum aðferðum sem fólk notar, stóðst engan veginn. Lífið kenndi mér
Þarna stóðu lærisveinarnir frammi fyrir alveg gríðarlegri áskorun. Jesús var tekinn höndum, hann var negldur á kross, hann þjáðist og hann var meiddur, blæddi og síðan dó. Og allir lærisveinarnir, ekki bara Pétur, allir lærisveinarnir urðu fyrir gríðarlegu áfalli. Allir lærisveinarnir, trú þeirra allra, beið ákveðið skipbrot. En á 3. degi, vinir, á 3. degi, þá reis hann upp. Á 3. degi reis hann upp. Halleluja. Sagan endar ekki þarna. Hann reis upp. Og í dag þá lifir hann og ríkir. Og jafnvel þótt að mín plön hafi ekki náð að verða veruleika, þá muni hans plön verða veruleika. Má ég heyra amen. Halleluja. Það sem að upprisan þýðir fyrir mig að mín plön gæti orðið að engu. En hans plön muni rísa upp og þau muni ná fram að ganga. Og það miklu, miklu betra, vinir, þegar hans plön ná fram að ganga. Halleluja. Mér langar til að fara í Hebreabréf 13:5. Loforðið sem hann gaf lærisveinum sínum þegar hann fór inn í dauðan á krossinum var þetta: ég mun ekki sleppa þér hendinni, ég mun ekki yfirgefa þig. Og það reyndar stendur í grunnþýðingunni I will never. Sama orðið og Pétur sagði þetta mei, aldrei. En þegar Drottinn segir aldrei, þá meinar hann aldrei. Halleluja. Við getum verið í þeirri stöðu að plön okkar í lífinu hafa ekki náð fram að ganga. Það einhver hér inn í salnum eða þeir sem að sitja heima og að hlusta, sem hafa orðið fyrir eitthvað svona skipbrot í sínu lífi. Þú kannski sást það ekki fyrir, en það hefur orðið skilnaður. Þú hefur kannski verið á þeim stað og þú hefur jafnvel sagt, þetta mun aldrei koma fyrir mig. Ég mun aldrei komast á þennan stað, og þú ert kannski á þessum erfiða, þunga stað sem að þú taldir því aldrei myndi vera. Ég hitti mann fyrir ekki svo löngu síðan. Þetta maður sem var alveg gríðarlega öflugur í kirkjunni. Hann sótti samkomur og þau hjónin, ég ætla ekki að tala hver það en hann ákvað að draga sig í hlé frá kristilegu starfi út. Hann hefur orðið fyrir áfalli með fólk. Vinir, fólk mun bregðast. Við erum bara þannig. Við erum bara gerð úr leir. Við erum bara mannleg. Við munum bregðast. En sá sem að bregst ekki Drottinn Jesús Kristur. Og það var mér svo mikið wake up call. Þegar ég var að hlusta á hann, ég hugsaði hvað við gerum þetta ótrúlega oft. Við setjum fólk á þann stall sem aðeins Guð á að hafa í okkar lífi. Við horfum á fólk sem að gera mistök og allt í henni verður trú okkar, hún býður hnekki. Hún getur beðið hnekki út af öðru fólki, hún getur beðið hnekki líka þegar við förum og gerum hluti sem við eigum ekki að vera að gera. Allt í henni fara að koma raddir inn í hug okkar og hjarta, þú getur ekki. Þú ert engin eða þitt lífi búið eða þetta næri ekki fram að ganga, eitthvað svona. Vitið, þetta það sem að óvinurinn nota til að brjóta upp sína kirkju. Og gríðarlega margir sitja við veginn. Það eru sennilega fleiri kristnir sem að sækja ekki kirkjur heldur en þeir sem að sækja kirkjur. Af hverju? Því að það hefur orðið fyrir vonbrigði með fólk. Vinir, mér langar til að brýna það fyrir mér og mér langar til að brýna það fyrir þér. Settu aldrei von þína á fólk. Settu alltaf von þína á eilíft orð Guðs sem að aldrei breytist. Þegar fólk bregst, minnum okkur á hver við erum í honum og hver hann er. Við hefjum augu okkar til fjallana, hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp minn kemur frá Drottni, skapara heimins og jarðar.
Hann mun eigi láta fót minn skriðna. Vörður minn, hann blundar ekki. Hann blundar ekki, hann sefur ekki. Hann vörður Ísraels og munum það við erum grædd inn í fyrirheitið. Hann vörður þinn og minn. Þegar við upplifum eins og allt sem við höfum kannski verið að stefna að hefur ekki náð fram að ganga. Munum það að hann upprisin frelsari. Upprisan þýðir líf að nýju. Líf með öðrum hætti en var fyrir, ekki satt. Halleluja. Allir lærisveinarnir töldu að allt væri búið þegar hann fór á krossinn. Allt saman. Og við þurfum öll, vinir, við göngum öll í gegnum þá reynsla við upplifum, kannski þetta bara búið. En þá skiptir svo miklu máli að við töpum inn í þennan upprisu kraft. Að við beinum aftur sjónum okkar til frelsar okkar. Það sem að vonin í honum. Má ég heyra amen. Halleluja. Takk Jesús. Og í dag, vinir, í dag sem aldrei fyrr, þá þurfum við kristi fólk að standa í lappirnar. Við þurfum að fara að tala út orð Guðs. Við þurfum að tala út von Guðs. Við þurfum að benda fólki á að vonin liggur ekki í okkur. Hún liggur ekki í íslensku hagkerfi. Hún liggur ekki í þessum veraldlegu hlutum. Hún liggur í andlegum hlutum. Má ég heyra amen. Halleluja. Og mætti Guð opinber okkur það. Að von okkar mætti liggja hjá honum. Halleluja. Ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig, segir Drottinn. Halleluja. Ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig. Halleluja. Takk Jesús. Ef að þú hefur orðið fyrir vonbrigðum, settu traust þitt á Drottinn. Taktu ákvörðun hér í dag að gera hann að ljósinu í lífið þínu. Ekki horfi við farin veg eða brotin veg. Treystum því að Drottinn hafi plan. Og vinir, hann með plan. Það kannski ekki þitt plan, en hann með plan. Og ég þakklokk Guði fyrir að hans plan betri en mitt plan. Halleluja. Drottinn bless ykkur í Jesú nafni. Halleluja. Ef að fá kórinn hérna aftur. Nú fyrir að styttast í það að við ætlum að vera með stóra viðburð hér í kirkjunni í lok maí. Það heitir rockmessa og það eru að taka rocklög í ýmsum toga sem að við erum búin að láta búa til texta, lóðgera texta við. Og við vorum að máta, það er nú eitt gamalt sem við erum búin að taka frá því við byrjuðum. Fyrsta lagi sem við byrjum á sem var U2-lag og við ætlum að prófa núna annað, við erum að æfa fullu alla daga að prófa, það annað U2-lag sem að heitir á frummálinu Love Rescue Me og nú heitir það Kom frelsa mig. Kom frelsa mig.
Sæjun, takk. Takk, Jesús. Mér langar til þess að biðja ykkur bara rétt í lokinum að standa aðeins á fætur. Mér langar til þess að biðja. Fyrst af öllu vil ég segja. Þetta er dásamlegur kór. Matti, þú ert yndislegur. Ef ekki að gefa þeim aftur bara gott klapp. Mér langar bara til þess að segja hérna bara örstutt að lókum. Ef að þú hefur upplifað þig og stað það sem að þú upplifir vonbrigði, einhverju hlutir hafi ekki algjörlega gengið upp í þínu lífi eða að þér finnst eins og hlutirnir hafi ekki alveg gengið upp,
þá ertu bara nákvæmlega sama stað og lærisveinarnir voru í forðum daga. Þeir þurftu að breyta sinni sín og til þess að upplifa upprisu-kraftina þá þurftu að átta sig á því að hann upprisin. Planið var alltaf að ganga upp. Það var bara ekki nákvæmlega eins og þeir höfðu upplifað. Þetta ekki saga nákvæmlega eins og þeir hefðu viljað að hún væri. Og mér langar til að segja við þig hér í dag sem ert hér og heyri mál mitt og líka sá sem heima og heyri mál mitt. Það upprisu-krafti fyrir þig. Það nýr dagur fyrir þig. Drottinn þráir að nota þig. Við göngum öll í tímabil þar sem við upplifum efa. Ef að fólk segist aldrei efast, þá það einfaldlega ekki að segja sannleikann. Því að allir lærisveinarnir Jesú efuðust. En hvað gerðu þeir? Þeir sáu Jesú, þeir töluðu við Jesú, þau tóku við orðum Jesú og hefðu þeir ekki gert það. Þá væru við ekki hér í dag, vinir. Því að þeir fóru út og þeir töluðu með Jesú, kenndu fagnaðarerindið. Þannig að mér langar til þess að brýna ykkur hér í dag. Ef að þú hefur upplifað vonbrigði, þú ert ekki á þeim stað, tengdu þig við Jesú. Hann upprisin hér í dag og upprisu kraftur hans var ekki bara eitthvað fyrir 2000 árum síðan. Hann hér í dag. Og það svo mikilvægt, vinir, að við tökum á móti þessum upprisu krafti. Og ekki nóg með það, að við vitum hver við erum í Drottni. Jafnvel Pétur, þessi litla steinvala sem var alltaf að gera mistök, fór að stíga fram sem aldrei fyrr. Eftir upprisuna, þegar hann var búin að taka við upprisunni, að þá var hann mesti trúboðinn af þeim öllum. Vinir, trú Péturs var reynd, en hann tók nýja afstöðu. Hann tók nýja afstöðu og vinir, í dag þurfum við sem kirkja að taka nýja afstöðu með Jesú. Við þurfum að leyfa eldi hans að brenna í líf okkar. Hlutin hafa kannski ekki gengið upp með þeim hætti sem við viljum, en Guð ennþá á hásætinu. Hann hefur ennþá plan fyrir líf okkar allra. Og mér langar til þess að biðja hann að opinbera þetta plan fyrir þig í dag. Að þú vitir að þú ert elskar af Guði. Að þú vitir að hann mun aldrei sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Að þú vitir að þú ert meira en sigurvegari. Að þú vitir að þú ert aldrei einn. Að þú vitir að jafnvel þótt þú fari gegnum dimman dali, þá þarft ekki að óttast neitt. Að þú vitir að þú vitir að þú vitir. Og vinir, mesta viskan einmitt þegar við lendum út í skurð, en við tökum aftur ákvörðun með Guði. Þannig að mér langar til að segja við þig í dag, ef að þú upplifðir með einhverjum hætti út í skurð, taktu nýja ákvörðun með Guði og upplifðu kraft hans inn í líf þitt í dag. Því hann ekki búinn að gleyma þér og hann ekki búinn að sleppa af þér hendinni. Og hann mun aldrei yfirgefa þig. Biðjum saman, Drottinn Jesús, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér inni, Drottinn, og þeir sem að horfa, ég bið fyrir þeim, Jesús. Drottinn, ég bið að við mættum horfa á þig, Drottinn, að þegar trú okkar reynd og það gerist hjá okkur öllum, að við mættum taka nýja afstöðu með þér, að við mættum hleypa þér af, Drottinn, að það sem að þú segir verði sannleikurinn okkar, því að hann bregst ekki. Okkar sannleikur getur brugðist, hann getur breyst. En þinn sannleikur, heilagi Faðir, hann mun aldrei að eilífu breytast. Og Drottinn, ég vil bara þakka þér fyrir verndarhendi þína yfir okkar lífi, Jesús. Halleluja. Og Drottinn, ég bið að þegar við förum heim, Drottinn, mættum við vera óþreytandi í að segja fólki frá þér. Gera vilja þinn, Jesús. Blessa fólk og lift upp og bara elska fólk. Halleluja. Og við biðjum í Jesú nafni og mér langar til þess að biðja ykkur öll að biðja með mér bænina sem Jesú kennt okkur. Og hún svona: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki,
Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldumnautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og sé ykkur náðugur í Jesú heila nafni, og allir liðinni sagði. Amen. Ef fólk vil fyrirbæn, þá er ég meir en tilbúin að biðja með ykkur. Þið viti það hefur ekki breyst. Gjörið svo vel. I see the King of Glory coming down the cross.